Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið þið sæl. Við erum búin að fá til okkar góðan gest. Það hann Spessi, ljósmyndari, mótuhjólakappi. Hann líka grænmetisæta og var það löngu og undan mörgum öðrum og myndargerðarmaður. Velkomin til okkar, Spessi. Já, takk fyrir. Og já, takk fyrir að koma. Nú myndin þín Megas, hún að síðustu sýningardagarnir eru framundan, þetta búið að ganga vel, ekki satt? Jú, búið að ganga alveg rosa vel svona, og núna erum við bara að sýna myndina með enskum texta. Já. Það var kom einhver svona beiðni það var ekki gaman að sýna hana með enskum texta. Hvernig virkar Megas fyrir útlending? Kemur eitthvað í Megasi? Eitthvað séns á að útlendingur sem kemur inn og horfir á myndina fatti hvað Megas er? Ef hann rýnir í það sem verið að segja kannski, og ef hann rýnir í það hvað verið að syngja og svona, þú veist, maður svolítið, annars þetta bara ekki svona rockari, sko. Já. Og það er miklu skemmtilega fyrir túrista að fara á Megas heldur en að fara ég segi ekki fly over Iceland, en svona næstu því. Já, ég meina. Þetta gefur auðvitað miklu einsýn inn í Ísland og íslenskan veruleika. Já, þetta náttúrulega mjög íslenskt og bara, og Ísland á háu stíi, bara alveg eftir skalanum á Íslandi, sko. En þetta kannski... Mikil farangur og marga töskur. Já, rosa mikið. Já, en þetta kannski líka bara einmitt svona portrett af svona listamanni sem svona excentrik og þeir eru til allan heim, þannig að það kannski svona bara universalt að geta skilið svona personur eins og Megas sem eru öðruvísi en fara utan alfaraleiða. Já, menn hann svona eins og hann náttúrulega mjög umdeildur. Hann svona, ef við miðum einhver aðra svona tónlistamenn og svona annar staðar eins og Serge Gainsbourg, franski, hann var alltaf að segja eitthvað sem mátti alls ekki segja og svona. Einmitt. Og og við getum hummað allavega eitt lag eftir hann. Já, hann September-lagið sem var rosalega bara alveg, það var bannað þetta lag, sko. Einmitt. Og hann var það af því að það var of erotist sem það var bannað? Já, það var of kynasand að hafa þetta í útvarpinu. Já, og maður getur hægt að vinna og maður var unglingur að hlusta á þetta, það var rosalega skemmtilegt. Já. En já, og svona náttúrulega Dylan og svona. Dylan náttúrulega alltaf verið reyndað einhvern veginn að gera Dylan að innsta kjarna í einhverju, hann alltaf hlaupið í burtu svona. Já, hann var mjög í byrjun, þá var hann svona vinstri sena vildi eigna sér hann og bara hann var fluttur upp í Catskills í Woodstock og þar, sko, í rólegheitunum bara, og það bara fylltist allt kringum hús á tjöldum á einhverju kommuristum. Bíða eftir leiðsögn. Fólk að vera að bíða til leiðsögn frá spámanni. Já, og bara og Dylan bara vildi alls ekkert vera þessi leiðtogi Nei, nákvæmlega. Það fór hann til Nashville og fóru bara að syngja country. Já. Gerði allt sem að fólk ætlaðist ekki til á hann. Já, en þá erum við komin af þessu, sko, þú veist hvað listaverk öðlast raunverulega sjálfstætt líf. Burt séð frá listamannum og þú veist að við, almenningur og sem að tökum á móti listinni, við búum til einhverja tengingu, við leggjum einhverja merkingu í það sem að listamæðurinn hefur búið til, sem kemur kannski ekkert því við sem listamæðurinn hefur verið að gera og það svona, þannig að listaverki færir umverulega sjálfstæðan tilverurétt inn í hverjum og einum, ekki satt? Jú, og og ég held að listamaðurinn, hann kannski ekkert að reyna að vera neitt pólitískur. Nei. Eða, þú veist, en bara að því hann svona þá hann bara pólitískur. Bara hann bara að því hann bara gagnrýninn, hann bara hann að segja hvernig þjóðfélagið og bara hann kannski ekkert að gagnrýna, bara að segja hvernig það og þá það bara, þú veist, þá verður það kannski svolítið skýrt einhvern veginn.
En það kannski... Það var því að listaverki hefur sjálfstætt líf, en svo það líka þegar við nefndum Dylan. Það er mjög gaman að hlusta á hann svona í ellinni, vera að tala svona stóra sköpunartíma sinn á 7. áratugnum. Já. Þá talar hann þetta eins og hann hafi ekki græna grunum hvað þessi maður var að hugsa og hvað var að gera. Og eiginlega hvernig fór að þessu. Hann er bara orðin eitthvað allt annar maður og horfir á sjálfa sig í mikilli fjarlægð. Já, einmitt. Já, þetta er svolítið merkilegt, Já, og svona tónlist verður einhvern veginn svona hluti af menningu þjóða, menningu kynslóða og svona flytur áfram einhvern boðskap sem að fólk svona tilengar sér og pakkar sér utan á, sem var kannski bara aldrei hugmyndin sem var lögð upp með, En ég spurði mennskuna, af því að ég fór á frumsýninguna og þá var allir í salnum, vissu hverju Megas var. Já. Og var allir með í salnum sem höfðu sínar hugmyndur Megas. Þannig að þetta var eiginlega mjög merkileg svona sýninga því að það sem er að gerast í hausnum á allir sem er að horfa er náttúrulega bara ólíkt og ótrúlega mikilvægt, Ég held að hafi enginn verið þarna sem hafi verið Megas eitthvað svona, það var ekki þannig, Það fæstu öllum þetta að vera svona mikilvægur hluti af, þetta er náttúrulega okkar kynslóð og þannig að Megas er bara mótaði margt í okkur. Algjörlega. Þannig að við sátum þarna í salnum, vorum að horfa á Megas og allir í einhverju svona smá sínu prívat uppgjöri. Mér finnst það rosa sterk sýning, Já, það er nefnilega, maður áttar sig á því hvað tónlistin hans og textarnir er einhvern veginn samofnir manni og hafa einhverju svona, ég meina, ég er alin upp á heimili þar sem Megas var þráspilaður af foreldrum mínum, Og þetta er bara einhvern veginn hluti af manns menningarumhverfi, Og ég meina, ég upplifði svo sem svipað þegar ég sá þarna sýninguna Bubba. Ég hef aldrei hlustað sérstaklega mikið á Bubba Morthens en bara þegar ég horfði... Þú kemst ekki hjá því, Nei, en þegar ég horfði á leiksýninguna þá bara áttaði ég mig á því hvað Bubbi samt átti stóran hluti mér og bara músíkin hans frá því þegar ég er unglingur, hvað ég tengdi margt við og bara kveiknaði á mörgum endurminningum af því að músík er ofta mikill lykill og textabrót eru einhvern lyklar inn í sálina á manni, Þannig að listaverkin eignast mann einhvern veginn oft, Já, verður partur af, Og partur af persónusögum hans. En ég var samt svona í þeim svona ungu maður, þá var ég ekkert mikið að hlusta á Megas, en ég viss alveg á hann og viss alveg að hann væri rosalega merkilegur og svona, og ég var kannski að hlusta meira svona melodískari music, svo Pink Floyd og svona, eða eitthvað álíka, og Megas var ekki alveg þar, Og gáfum hann það. Já, og Spilveg þjóðan og svona, og eitthvað svona, en svo náttúrulega, þegar maður svo kynnist í Megasi bara með að ég er að taka myndir á honum, fyrst fyrir pressuna, og svo tók ég svona alltaf annað slagi myndir á honum fyrir eitthvað, fyrir plötukofur og eitthvað svona, og þannig ég fer að kynna svona, og svo er hann svo er hann og ég heimsækjum stundum og svona, svo er hann allir komin á grens og svo er ég endurhæfingu vegna heilablóðfalls og ég fer til hann, svo er hann bara heimsækja hann, bara hvað gerðist og svona, og þá bara já, ég fekk heilablóðfall og ég ætla að vera með tónleika eftir 3 vikur og fyrir mig að ræða það, já, ok, Og var það þar sem hugmyndin kom til því? Já, þá þá hann að segja frá þessu og ég að segja, hvernig ætlar það koma fram? Ætlar það sitja bara í hjólastóli, hvernig gerir þetta? Og þá hann að segja frá, já, Elvis var náttúrulega leiddur inn á svið, síðast skipti bara leiddur inn, keyrir inn á hjólastól og svo á myrkur og svo settist hann og þá var kveikt ljós í, og ég var að stinga upp að kannski ættum við bara skrúa niður bara mikrofónstati í sviði, svo hann bara leiddur að því svo hann hanga bara í því,
og vera svona, og hann list svolítið vel á það, sko, en hann svolítið mikið rock'n'roller, sko, og hann finnst ekki gaman að vera svona í hjólastól og svona. Nei, einmitt. Og þá kom þessi hugmynd, sko, þá bara sagði við mig að á ég ekki bara gera heimildi þetta ferli og taka upp alla æfingarnar og svo myndi myndin enda því að þú syngur 2 stjörnur á sviðinni í Eldborg og við köllum myndina síðasti dansinn, þá var þetta svona svipað eins og Last Waltz með The Band inn í gamla daga og hann hafði bara listað svo vel á þetta og En vissbyttu, segðu mér eitt, þegar þú varst að stinga upp þessu, vissirðu hvað það væri mikið vesen að gera það? Nei, og þú veist, svo þeir búin að segja þetta og hann búin að segja já. Þetta er annað en að taka bara mæta með ljósmyndir. Þá fæ ég bara svona nervous breakdown, skilur, hvað er ég komið með, skilur. Megas, menna, þú veist, hann er svo stór og bara og það eru miklu fleiri svona tilkallar til að gera myndum Megas, einhverju sérfræðingar og svona bókmyndafræðingar og allt þetta, heimspekingar og whatever, skilur, og Fékkstu það sem að Dóra vinkona mín kallar stækkunarkomplex þegar þú áttaðir á því hvað þú var að fara að gera og byrjaðir að berja þig niður og segja ég kann þetta ekki, ég er ekki nógu fróður, klár, gáfaður, menntaður og svo framvegis. Já, akkurat það, sko. Ég bara var alls ekki... Mér finnst þetta svo gott orð, sko, stækkunarkomplex, þegar fólk er að ganga inn í að gera eitthvað sem það eru ekki gert áður, þá er einhvern veginn viðbragð sjálfsins eða egósins alltaf að berja mann niður. Nei, þú getur ekki og svo auðvitað getur fólk. Fólk á að vera sem mest á þessu svæði, sko. Hvað segirðu? Fólk á að vera sem mest á þessu svæði? Já, til að læra og stækka. En það sem að mér finnst við myndina, svona, einhverju þetta lúkk á henni sem tilheyrir þér. En svo fannst mér, sko, þú sem spyrjandi vera alveg frábær í myndinni. Já. Sem er nú ekki alveg þín profession? Nei, það er alls ekki mín profession og þessna en ég bara gerði það bara með hjartan einhvern veginn og bara á þess að vera eitthvað pæli hvernig ætti að gera þetta. Ég bara þetta var reynda svolítið kannski auðvelt að því leitunni til, sko, að myndin gerist á 20 dögum og þessar æfingar eru þarna bara, þetta er 11 æfingar og fyrsta æfing er bara fyrsta æfing og það er bara lagið sem er þar, það er bara það er glugginn inn í fortíðina, þú veist, og að vil svo til að fyrsta lagið sem var spilað var Heilræðavísur og það náttúrulega bara var fyrstu plötunni og svo bara komin að segja mig, þá var þetta alveg, þá vissi alltaf hvað ég átti að stúdera, þú veist, ég þurfti ekki alveg fyrir hvert og þannig að þá bara rannsakaði bara þetta lag, þú veist, og rannsakaði á hvað plötu var þetta og hver var með þér og hvað gerist í kringu það og svona, og bara þetta var svaka stúdía, skilur gegnum það og Ára og kona mín, hún hjálpaði mér alveg mjög mikið við og voru saman svona finna út úr þessu, skilur. En það sem að var, samt sem að mér fannst vera blær viðtala þinnan við Magnús, sem að mér fannst svo skemmtileg, var það að þau voru einhvern veginn ekki svo fyrirfram skipuleg, þau urðu mjög lífræn og það var til svo mikið samband á milli ykkar vegna þess að þið einhvern veginn þeir eru báðir sérstakir menn, þeir báðir nutu ykkar og ég held þetta hljóta að verða stúdía fyrir heimildamenn framtíðarinnar það hvernig býrðu til portrétt af mannesku, það er nefnilega engin uppskrift af því, en þetta er ein leið að þið nálgist á einhvers konar jafningjagrundvelli, reynið að tala, stundum voru samtölin ykkar mjög abstrakt og skrítin, en það var til eitthvað andrúmsloft og urðu til einhver hugrenningatengsl sem að maður kannski áttaði sig ekki alveg á bara beint hvað var að gerast, en það dró mann inn og maður fekk pínlitla mynd af Magnúsi sem að maður hefði ekki séð áður og líka af þér, þetta var mjög flott, sko, efnafræði eiginlega. Já, þetta var ekki skipulag, skilur, þetta bara þetta kom svona, samtíðan, þetta var bara held ég, sko. Þannig að sem sagt Note to framtíðar heimildamynda ekki skipuleg ykkur of mikið. Nei, þetta voru svona púntar kannski, en svo hefur Megas alltaf verið, þú veist, í svona vitun og það har alltaf verið svona svolítið stríðin. Já, stríðin og bara svara út í hött og bara og svona fréttamenn og
Sem svona hefð sem að Dylan já, til. já, menn eins og hérna Þetta svona svolítið rock'n'roll, það ekki? Já, mér þegar hann fær inn að Jónas Hallgrímsson velunum skilur og þá spyr inn að fréttamaður hvað þýðingu hefur þessi velunum fyrir það og sem bara bunch of money, þú veist, og hann bara svona, þú veist, slæðir fólk bara, þú veist, sem allir vita var náttúrulega ekki raunin. Og þetta var alveg svakalega tilefni til þess að vera að ræða það, þú veist, þetta hefur svakalega mikla þýðingu fyrir mig og bla 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 og svona, skilur, hann geta verið að segja eitthvað svona, en það var ekki að segja neitt meira, skilur, og en svo einhvern veginn hérna þegar byrja að tala við Megasveit hvernig ég myndi gera þetta, ég sagði við hann ég myndi þurfa að spyrja hann óþægilega ekki spurninga og svona og hann sagði já, ég er vanur að vera á svona jarðsprengjusvæði og þannig Og hvað var óþægilegt? Hvað var óþægilegt? Já, ég meina, hver fílahirðirinn og eitthvað svona sem hefur verið svona, sem er svona umdeilt, skilur, og bara, og, meina, litlu sæti strákar og ýmislegt sem er svona, sem hefur verið eitthvað tabu sem, verið svona einhver leyndamáli en samt allir að hvísla það, skilur. Einmitt. Og og Mér finnst margt í nútímanum svo skrítið, til dæmis það að það sé farið að rýna í listaverk höfunda, þar sem þeir skrifa og alltaf verið að reyna að tengja það við persónlegt líf viðkomandi. Hvernig getur hann skrifað svona bók, einhver glæpasagna höfundur? Hvað er að gerast inn í höfðinu og fólki sem getur skrifað svona viðbjóðslegar morðsenur? Sko, rithöfundar, skáld. Hefur hann gert þetta sjálfur? Þetta hlýtur að lýsa mann, skilurðu? Og það er bara eins og sá skilningur að listamaður hefur ímyndunarafl eins og alla manneskjur og frelsi raunverulega til þess að fara inn í alla kima mannlegar hegðunar og mannlegs eðlis jáfnvel þótt hann hafi ekki lifað það sjálfur vegna þess að við sem manneskjur getum ímyndað okkur og sett okkur í spor og séð ýmislegt fyrir okkur en það þarf ekki alltaf að vera sprottið úr hugarheimi eða úr lífsreynslu. Ég meina það er ekki alltaf úr lífsreynslu þess sem skrifar. En það er eins og það sé alltaf verið að reyna að búa til einhverju eitthvað nærgöngult samband milli efnis og listamanns. Já, þetta er náttúrulega bara þekkt í sögun og bara verið alltaf komið annars slagið upp, sko, þessi gagni eða þessi skoðun, er þetta lífið hans eða sko, og sem er nú alveg svona flöt sýn á list, sko, það er líklega fólk sem eru aldrei reynt að búa neitt til, sko, því að leið þú byrjar að búa eitthvað til að þá verður eitthvað til sem þú eldir, sem er stærra en þú Er Bragi Páll mannæta? Nei, ég meina, skilurðu? Já, einmitt. Já. Nei, þetta er svona En þetta er merkilegt form, heimildamyndaformið, vegna þess að þarna í heimildamyndum er oft tekið fyrir efni sem að kannski má ekki gleymast og má ekki tínast og má ekki verða bara dufti. Fannst þér svona renna blóðu til skyldunar að fjalla listamannin Magnús? Kannski þú heimsækir hann á Grensás og sér það hann er fullorðinn maður og kominn að fótum fram og var eitthvað svona skildrækni þér, ég þarf að segja sögunans eða bara það þarf einhver að gera það? Nei, það var ekki svoleið, sko. Það er svona, mér fannst ég bara fekk þessu hugmynd svona lauslega eins og ég ætla ekki alveg að gera þetta. Já. Þess að ég var bara að segja þetta, bara ég vil í gríni við hann. Mér er svo skemmtilegt þegar hvernig fólk fær hugmyndir, hvernig koma? Flögraðar svona inn eða færður svona stingi í kviðinn, hvernig koma hugmyndir til þín? Það er bara að sækja mig á mjög ólíkan hátt, sko. Það koma til mín, sko, ég lít svolítið á að Þegar þú ert að vakna á morgnana, er það lítil rödd í hnakkanum? Nei, það geti verið bara, sko, jarðaför, þú veist, það er kannski einhver fallið tónlist og þá speisa maður svona út eitthvað, skilur, og maður er ekki lengur í jarðaförinni, maður er bara er einhver inn í tónlistinni, skilur, og þá bara, þá er maður komin inn í bara samtal við einhver lið, skilur. Já, ég kalla þetta download, þau eru alltaf inn í svona, maður fær alltaf inn í svona, bara einhverja hugmynd, svona eins og manni sé sendun. Þú veist, hvað er hugmynd? Þú veist, þetta kemur eitthvað annars það frá, þú veist, og það er náttúrulega innsæð, skilur, sem þá er maður náttúrulega bara, já,
þá ertu að pæla eitthvað með alheimnum eða með universinu en ef þú ert bara einn sko þá ertu það svolítið lélugur ef þú getur ekki notað innsæð þá ertu bara þá ertu bara og þú veist í rauninni var þessi mynd og þetta handrit af þessari mynd alveg bara tilbúið þarna bara í á hálfur mínútu kom bara til þín, hvernig þetta átti að vera og ég hélt alltaf í það bara hafa þetta bara ef það var ekki að ná í eitthvað í gegnum einhvað lag eða eitthvað þá var það ekki passaði ekkert inn í myndina og þannig Það er ekki að tróða ykkur hann inn? Nei, það var ekki hægt neitt sko að setja neitt inn, þú veist það var margir að segja mér að það er ekki að tala um þetta og tala um hitt og svona, eða gerðu, nei það passaði ekki inn í sko, en samt kemur allt fram sem þarf að koma fram í þessari mynd og öll hans, allt hans ævistarf og þetta í rauninni sko 2 tímalinur, 20 dagar og 40 ár og 40 árin er þessi lögin spanna sko og þannig og hann náttúrulega bara hann svolítið mikið listaverki sjálf sko, sjálfur og hann bara alltaf bara verið bara alltaf verið trúr því sem hann gerir og alltaf var alltaf að stíga einhverja tær sko. Var eitthvað á þessum tíma sem þú vorst að taka upp myndina, var eitthvað sem kom þér og óvart? Var eitthvað sem þú lærðir viðfangsefnið, Magnús, eða sjálfan þig? Hvernig, þegar þú varst að vinna myndina? Þú sagði frá því að þú fékkst þessa efasemd, hugmyndin, þú fær downloadið og svo tekur efinn við, get ég þetta, er ég nógu menntaður, nógu klár, ég er ljósmyndari, ég er ekki kvikmyndagerðarmaður, allt þetta. Svo ferðu af stað. Já, sko, það sem verður rosalega er svona, sko, þetta stækkar svo rosa mikið þegar ég fer á stað, þegar ég fer að rýna inn í þessa texta, þegar ég fer að skoða hvað er hann að segja og hvað þýðir þetta og þá verður þetta svo rosalega bara fallegt, þetta er alveg sko, þetta þú veist, maður getur hlusta á mega skilur í útvarpinu skilur en þú veist, ef maður fer svona samt að svona skoða þetta skilur bara og þá verður þetta alveg miklu starra heldur en svona á yfirborðinu er þetta bara svona slétt og fellt og svo fyrir að rýna þá verður þetta rosa magna eins og þessi bók sem við með þetta 1000 síður eða eitthvað þetta er alveg sko þetta er ágætis ævistarf þó að því sem náttúrulega ekki öllu gerð skil hér að því hér eru ljóðin textarnir og þannig að það var það sko en svo já, svo bara að því að þú ert með svona fína ramma, svo er þetta með svona fína mann með mér í, svona Jón Karl Helgason sko, hann alltaf alveg stóð að stýtta og bara var með mér allan tíman í þessu sko, hann alltaf bara Já, nú er allavega þú búin að gera það að verkum að þessi heimildir til þennan listamann og maður, sko, ég hugsa oft það, þú veist, hversu mikið af fegurð og listaverkum fá aldrei að líta dagsins ljós komast aldrei fyrir sjónir almennings sko það sem er dokumenterað og varðveitt í heiminum er náttúrulega bara brota því sem manneskjan er að búa til og bjástra við og láta frá sér sko Já, sko við höfum bara eitthvað svona það er eitthvað svona sem flýtur ofan og sem að næra að lifa í gegnum kynslóðirnar Já Þú ert með bókinu að opna á okkur mann opna? Já, ég var með hana að opna vegna þess að ég fór einmitt að hugsa í gær það nú að því þú myndist á fílahirðin og það er náttúrulega margir söngvarar búin að reyna við það lag og syngja það lag þrátt fyrir að umfjöllunarefnið sé kannski, það sé ekki alveg víst hvað er fjallað þar frá höfundarins hendi og fólk hefur ýmsar skoðanir og því og svona en að mínu mati eitthvað fegursta ástaljóð sem hefur verið ort á íslensku er ljóðið Orfeus og Evrydís og ég veit nú ekki hvenær það er samið, það stendur nú ekki en ég er allavega stelpa
Já, þetta Bleikur Náttgjöld, hann er örugglega 78, já, ég er þá 9 ára. Já. Ég er 9 ára og mér langar að lesa þetta ljóð. Já, má ég það ekki? Endilega. Þá er þetta sem sagt Orfeus og Efridís. Ég ætla að fá mig vasklas. Nú er ég stressuð að fara... Þú ert komin inn á svæðið þarna, stækkunarsvæðið. Já, nú er ég komin á stækkunarsvæðið, ljóðalestur á Samstöðinni. Egill Ólafsson sagði að þetta var á stóra skalan þetta lag. Já, lagið. Já, og þetta ljóð. Tónsmíðin er náttúrulega stórkostleg, en ljóðið ekki síður. Ég ætla að reyna að vanda mig. Eins og hamar, ótt á steðja, upp á þaki regnið bylur. En í þínu þæga tári, þar er gleði, birta, ylur. Á þínum góðu unaðstöfrum, önd mín, sál og kraftur nærist. Þér ég mun fé og föggum, fórna meðan að hjartað hrærist. Svepp þinn guð í glasi á skengtu, greiðir fró í stríði hörðu. Þannig fæ ég þrey af árin, þar til loks ég sef í jörðu. Fjallarhringurinn, hann er dreginn, hringinn í kringum mig. Og utan hans, þar er ekki neitt, því innan hans, þar hef ég þig. En við verðum að láta okkur litla hríð, linda það sem til bar. Þú hvílir í brekkunni bak við húsið, bráðum finnumst við þar. Hún var falleg og hún var góð, hún var betri en þær. Og þegar hún sefur við síðun á mér, þá sef ég góður og vær. Sólin kemur upp í austri en í vestri sest hún niður, í dalnum þar sem ég opnaði augun, í árdaga ríkir kyrrð og friður. Hesturinn minn, hann heitir Blesi. Höfum við sömu lifað árin. Ég held áfram en hún styttist nú óðum leiðin fyrir klárin. Blesi minn í brekkunni góðu, búinn er þér hvílustaður. Einhver tíma á ég með þér, örþreyttur gamall, vonsvikinn maður. Þegar ég fór að lesa þetta í gær, þá mundi ég allt í einu hvernig ég skildi þetta sem krakki. Að í erindinu, en við verðum að láta okkur litla hríð, linda það sem til bar. Þú hvílir í brekkunni bak við húsið, bráðum finnumst við þar. Að ég skildi það sem krakki að hún væri dáin og grafin. Já. Þarna, sú sem hann elskar. Þó hann fari seinna í ljóðinu og segi hún var falleg og hún var góð, hún var betri en þær og þegar hún sefur við síðun á mér þá sef ég góður og vær, þá sé hann komin inn í endurminningun það sem var. Hvað segir þið þetta? Hvað segir þú, Smári? Hann líka Blesi, hann er líka í brekkunni, sko. Blesi er nefnilega líka í brekkunni. Já, Mega segir þetta sé svona, þetta sé ástaljóð og líka hestavísa. Einhvað annað, ég man ekki hvað, einhvað annað, þetta var eitthvað svona bónusljóð, skilur, það fengir hérna tvent eða þrennt í einu ljóði. Já. En samt er þetta er alveg sko bara, einmitt, þegar bara þú lest þetta og fer maður næst í að gráta. En sko þessi mynd, mikið fegur. Hérna fjallarhringurinn, hann er dreginn hringinn í kringum mig. Og utan hans, þar er ekki neitt, því innan hans, þar hef ég þig. Já. Ég meina, þetta er bara, þú veist, þetta er svo stórbrotið. Algjörlega. Bara... Og ég man að því að, já, ef þú segir 77, 78, ég fædd 69, afi minn deyr þegar ég er 7 ára gömul og ég man að ég tengdi þetta einhvern veginn við sorgina, við ömmu, af því það er hestur í ljóðinu, þá er einhvern veginn komin í sveitina og jafnvel þótt að þarna sé sungið til stúlku, þá skiptir það engu máli, hún var falleg og hún var góð, þetta er bara verið að skrifa þann sem er elskaður, skilurðu, þannig að skipta fornöfn engu máli, vegna þess að ástin sem við verðum að tala hún tekur yfir allt og þarna til dæmis í þessu ljóði, þetta er bara einhver sammannleg tilfinning sem allir geta tengt við
og við getum öll með við okkar líf og okkar reynslu eignast eitthvað tilfinningasamband við ljóð sem að Megas kallar þetta hestavísu. Kannski var þetta ekki persónlega ástarsaga heldur hann að skrifa meira alheimsástina. Kannski þetta ekki einhver persónlega saga og faktist kemur það mann ekkert við. Nei, hvað hann að hugsa. Þetta svona yfir allt hafið. Þetta bara... Það líka sko ást á milli fólks, oftast manns og konu. Það væri ekki svona merkilegt ef hún hefði ekki eitthvað svona samhljóm við eitthvað sko starri kærleika og eitthvað sannindi í lífinu, að það væri ekki eins magnað. Þetta væri bara einangrað fyrirbrigði og milli fólks, það sem að gerir þetta og þetta getur leyst úr læðingi sko bara endurskoðun á allri heimsýn hvernig maður sér og þetta svona með fjallarhringinn. Að utan hans, þar eiginlega veröld án ástarinnar en inni í heiminum það ástin og þar allt sem að einhverju máli skiptir og án ástarinnar er lífið bara grjót dautt, sko, þannig að mér finnst þetta ná þessu sko svo fallega sem að við eigum náttúrulega verið að rekta alla daga að láta ástina bara að móta alla sín okkar á heiminn og annað fólk. Já, kærleikan. Kærleikurinn á náttúrulega að vera og sterkasta aflið, en þú fórst að rýna í textana. Hvað svona hans kveðskap þykir þér vænstum eða eitthvað eitt umfram annað sem að höfðaði til þín í hans verk? Eins og til þessu lagi sko hérna Partí elskuðin sem þær syngja í myndinni systurnar Gyða og Anna Kristín, ekki Kristín Anna og allt í stæði sko. Já. Það þá finnum maður fyrir svo miklu svona hvað þarna hann að tala sko, semja lyfjanauðgun og maður finnur samt svo mikið svona vænti hvað hann þykir vænt þessa mannveski sem lendir í þessu og þú veist þetta var það lag sem ég lét standa alveg, eða þú veist, vera allt lagið á æfinguna. Ég gerði það aldrei ráður nema bara þetta lag. Af því mér fannst það svo fallega sami, sko, þetta að tala þetta svona, hann sagði við stelpunir þegar voru að spyrja hann hvernig hann ætti að syngja þetta lag, sko, þetta var svona náttúrulega hræðilegt lyfjanauðgun, skilur, hann sagði, já, bara ekki setja hennar tilfinningar í þetta, vera bara flytja þetta svo skýrslu, skilur og þetta þú veist, samið í sko, sko í þriði persónu og annarri persónu, þú veist, þú veist, þegar hann bara sagt frá atburðunum og svo hvað sagt síðan við stúlkuna á bráðamóttökunni, skilur, sem lendir í þessu og svona, og þetta bara allir hans textar eru svo rosalega myndrænir líka þú veist, maður sér eins og þau talaði Orfeus og Efrídis fjallarhengur, maður sér bara einhvern dal, skilur, fyrir sér og maður sér hestinn og blesa og allt þetta, sko og svo þetta samt eiginlega líka bara heimspekimyndir, sko algjörlega, og svo bara eins og bara í tveimur stjörnum, ég sé það á ríkinu hvað langur tími liðin, skilur og og já, svona svo margt svona sem svona rosalega stórt einhvern veginn, af því þetta svona texti og svo sér maður myndina líka og þá þetta einhvern veginn bara miklu starra, sko og það getur enginn sami svona nema mann sé, sko í sambandi við, þú veist, heiminn, við universið. Nei, og svo skilur maður oft ekki af hverju það sko, margir segja við, þú veist, ég hef ekkert vit á leikhúsi, þú veist, fólk sem ekki, sem sagt, kollega mínir að starfandi í stéttinni, ég hef ekkert vit á leikhúsi og ég hafna þessu að fólk hafi ekki vit á hlutunum vegna þess að einkenni góðra listar
það að hafa áhrif á þig. Já. Að það eitthvað sem hefur áhrif á þig, þú þarft ekki að geta skilið, þú þarft ekki að gera greinta. Krítikerar nútímans eru rosalega uppteknir af því að þú veist, setja allt í möppu, gefa öllu heiti, einhvern veginn og aðalega sína fram á það hvað þeir hafi lært í skólum isma og kenningar og svo framvegis og bara í svoleiðis gagnrýni listaverki orðið dautt. En sko, mér finnst bara svo... Allir sem hafa lifað geta skilið list. Já. Það eiginlega eina sem þú þarft að mætir í leikhúsið eða á bíómyndina þína eða opna bók, þá ágætt að þú hafi lifað. Nákvæmlega, að það snerti þig, þú þarft ekki að vita af hverju, en ef þú kemst við, ef þú verður reiður, ef þú upplifir einhverja tilfinningu inn í þér, þá það vegna þess að listamaðurinn honum hefur tekist að spegla eitthvað sem inn í þér og vekur þig til umhugsunar eitthvað eða jafnvel vekur upp eitthvað gamalt sem þú varst búin að gleyma eða minnir þig á kannski bara einhvern þátt í þér, hvað það að vera manneskja. Býtu, já, alveg rétt, ég þessi manneskja, þó ég hafi gleymt í 20 ár, þá ég ennþá þessi manneskja, vegna þess að ég finn fyrir óréttlæti þegar ég sé þessa list eða ég finn fyrir gleði þegar ég sé þetta. Já. Spessi að myndina því að vera að sýna þarna núna í Bíóparadís, eða ekki? Jú, hún Fer hún svo í útvarpið, eða sjónvarpið? Já. Hvenær? Jólunum? Veit það ekki. Jóladag? Já, vonandi. Það beint eftir messu. Já, það núna 2 sýningar eftir, það var 1 sýning í gær og svo verður sýning á laugardaginn og svo þriðjudaginn. Ég hvet fólk til þess að sjá hana. Ég sá hana á þessari frumsýningu með það rosa gaman og ég fór aðeins út svona því að með þetta svo sérkennilegt að því að það með þetta verður svona feel-good mynd, svona labbað aðeins svona út og svo hljópi inn aftur og fann þig og faðmaði þig og með þess að svo rosalega gaman hvað það hefði gert góða mynd af því að við eigum nú svona langa sögu og þegar þú varst ljósmyndar á pressun og svona þá pínti ég þig náttúrulega. Það var ekki eðlileg vinnuð frelkun sem var í gangi þá. Nei. Það var ekki eðlilegt. Og Spessi, sko, vegna þess að þú situr hérna í algjöru skjaldbandalagi, ég var líka mjög hrifin þessari mynd, en sko, það að fá hugmyndina og farast að gera þetta. Hvað viltu segja við fólk sem langar til þess að brennur fyrir ykkur hugmynd og langar að fara af stað með að búa til heimildamynd? Áttu ykkur góð ráð handa fólki sem vil skrásetja söguna og kannski ekki bara það sem vinsælt, heldur svona líka utan alfaralega? Já, bara fara út fyrir þægindaramman og ekki hugsa hvað þetta kemur til með að vera erfitt og því að þá bara gefstu upp. Ég fór á stað með að gera þessi mynd og því að búin að taka upp allar þessar æfingar, þá búin að eyða svona 8 milljónum eða 10 milljónum næstu bara og á þess að vita nokkuð ég geti nokkuð að borga einhverjum laun. En allir sem voru borð, þeir voru til að taka þann séns með mér. En svo bara kom peningur og allir einhver borgað. En svo fattaði ég líka með mig að ég hef náttúrulega aldrei gert svona stóra heimildamynd. Ég gerði eina heimildamynd sem heitir 300 harmonikur sem fjallaði þegar 300 harmonikuleikar hittust og og svo það sem ég hef verið að gera þetta er alltaf eins og heimildamynd eins og bókin 111 það bara var svona að leiðutra bók, ljósmyndabók, það svolítið svipað svo leiðutra kvikmynd, þetta verður að vera eitthvað svona, þú verður að vera með eitthvað svona, maður getur ekki tengt einhverju random mynd, þú veist, ákveð ætla þessa fyrst og svona, hvernig ætla að byrja að segja velja þér sjónarhorn, já. Hvernig ætla að segja sögun og svona. Ætlar að halda áfram að gera heimildamyndir? Já. Vá, hvað ætlar að gera næst? Veist, máttu segja okkur frá því? Nei, ég er eiginlega svona, langt til að gera leiknabíómynd sem er svona periódumynd sem gerist 1980. Ok, í Reykjavík? Nei, hann gerist í Kaupmannahöfn og í Póllandi. Þetta er mjög spennandi.
Þú kannski, ég sé það á þér og þú vilt ekki segja okkur meira frá því í bili, enda á maður líka að fara vel með hugmyndir. Það er líka eitt. Það er bara einn hugmynd sem bara sitja með mér alveg, þetta er bara byggt á minni eigin reynslu. Spennandi. Heyrðu, en það eru 2 sýningadagar eftir af Megasi. Hvernig fólk bara til þess að sjá það? Hvaða dagar eru þetta sem að... Þetta er á laugardaginn klukkan 4:30 og á þriðjudaginn næsta 13. Svo getur fólk bara að fara inn á bioparadís.is og séð þessa myndir og margar aðrar. Við erum ofta að tala um myndir sem er í bioparadís. Já, einmitt, það er þetta að horfa á bioparadísmyndir heima. Já, svo er þetta að fara í bioparadís og fá svo bara eitt kaffibólla. Þetta er rosalega góðu staðir, bioparadís. Þetta er bara frábær menningarmiðstöð, sko. Og bara allt og öll tæki þetta og soundið og allt er rosa flott, sko. Alveg bara, myndin er sýnd í sal 3, sko, hún er bara rosa fínt sound og bara heldur vel utanum hann, sko. Herðu, við setjum komu hérna. Já. Takk fyrir að koma að Spessi. Já, takk fyrir að bjóða mér. Og svo höldum við aðeins áfram hérna og reynum að skilja þennan heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.